Bara velkomin, Hans heiti ég, Snorrason, og ég ætla að sýna ykkur fyrirbæri sem heitir, hvað heitir hann nú aftur? Originality Report og kennsla. Ég ætla að svissa hérna á að deila skjánum. Það stendur mér stóðast að þið sé að sjá hann, ég vona að það sé rétt. En þetta er fyrirbæri sem er inn á Google Classroom og þetta kom í síðastliðið vor minni mig í eitthvað svoleiðis, held apríl, eitthvað svoleiðis, og þetta er reyndar eitthvað að breyta nafninu. Nú heitir þetta Check for Plagiarism, ef ég vona að ég hafi verið að stafa þetta eða segja þetta rétt. En þetta er svona aðstoðartæki til að sýna hvernig við notum eða hvernig við könnum hvernig nemendur finna efnið á netinu. Og þetta það er til fyrirbæri sem heitir Turnitin sem er notað í Moodle og fleira. Þetta er náttúrulega ekki eins fullkomið á það, vegna þess að Turnitin safnar inn ritgerðum og það er hægt að bera saman við eldri verkefni sem hafa verið send inn. Þetta gerir það ekki í ókeypis útgáfu, en ef maður er með keypta útgáfu af G Suite eða G Suite-inni, þá safnar það verkefni líka og leitar inn á við. En ég er búinn að stofna hérna, vegna þess að þetta er náttúrulega tekið upp, þá get ég ekki sýnt ykkur gamla áfanga, ég myndi náttúrulega aldrei gera heldur. En ég er búinn að stofna hérna bekk sem heitir ritgerður og fleira, og ég er búinn að setja 3 nemendur í bekkinn, og þetta takja þeir allir Hansinir hérna, út á Sollu, og ég er búinn að búa til 1 verkefni, eða svona ætla að búa til 1 verkefni, og ef ég fer og smelli hérna á Create og ég stofna Assignment, og ég ætla að ná mér hérna í texta, ef ég næ því hérna, ég var búinn að sækja mér hérna texta, hérna. Þetta verður stjörnufræðiverkefni. Rosalega skemmtilegt. Og verkefni er þannig að þá skrifa heimildaritgerð, sem er eitthvað tengt stjörnufræði og passa upp á heimildir og ekki afrita texta beint að neti, og þannig að það sé verið að laga efnið að netinu bara svona eins og típisk heimildaritgerð á að vera, sérstaklega svona fyrir grunnskóla eða aðra staði. Og áður en að skilja ritgerðinni þá geta, og þetta er nefnilega dálítið flott, að sko áður en að nemendur skila ritgerðinni, þá geta þeir séð sjálfir hvernig þeirra ritgerð lítur út fyrir kennarann upp á heimildanotkun. Og til þess að nota það, þá er þessi hnappur hér. Og þegar ég haka í hann, þá varar mig við að ég geti sett heimildaskráningu eða heimildaleit á 5 verkefni per klass, sem þýðir að það eru 5 sem sagt, í þessari námsgrein. Það eru mörg classroom sem að hver kennari hefur, og í hverju classroom getur hann nota 5, haka 5 sinnum í þetta. Þannig að það eru 4 eftir hjá mér. Og ég íti bara continue, og þá er komið þetta hak hérna inn. Og síðan íti ég bara hérna assign, og þá ættu nemendur mínir að fá þetta. Og nú ætla ég bara að hoppa yfir í að vera nemandi. Og ég er hérna 3 nemendur og þeir ætla að fara inn í þetta verkefni, og þetta lítur svona út hjá þeim. Og þeir eru náttúrulega búin að vera að vinna í þessari ritgerð og ætla að setja hana inn. Nei, sorry. Þarna stofnaði ég skjal, en ég ætla ekki að gera það. Ekki svona. Sem hefði náttúrulega verið brilljant ef ég hefði verið að byrja á ritgerðinni, en ég er búið með hana. Þannig ég sækja hana á netið.
Og takk eftir í þegar ég set ritgerðina inn, þá get ég smellt, sjáðu þið, á run. Ég sem nemandi get smellt hérna og skoðað. Og ég hef 3 möguleika á að skoða, eða 3 skipti til að opna og kanna heimildanotkunina mína. Þannig ég ýti hérna á run, og vonandi tekur þetta ekki langan tíma. En þið sjáu að hún er að rúlla í gegn, hún náttúrulega skannar allt interneti og ber saman við textan í skjalinu. Og ég get smellt núna á þetta hér. Og þá sé ég að það er 58% af efninu sem er bara kópera beint af netinu. Eitthvað hefur verið umorðað. Og það er hægt að sjá hérna líka hvaðan þetta kemur. Þannig að eins og til dæmis ef ég, og þetta er hérna á stjörnufræðivefnum. Þannig að svona getur nemandinn þá byrjað að laga textan að sínu. Hann getur horft og skoðað og síðan getur hann bara farið út úr þessu og haldið áfram að vinna og aðlaga textan þannig að hann kemur réttur inn. Og ef ég fer núna og hoppa yfir í næsta, ég ætla að skila hérna 3 ritgerðum. Verður snöggur, ég þarf ekkert að skanna þetta neitt. Já, þessi var komin inn. Og svo var það. Nemandi 2. Ef þið viljið spyrja einhverja endilega, kveikið bara á hljóðinu vegna þess að ég sé ekki endilega kommentin hjá okkur núna. Svo þegar ég er búinn að skila þessu þá ætla ég að þarna hoppa yfir og vera kennari aftur. Þetta er 3. nemandinn og hann ætlar að skila inn. Bæti hérna ritgerðinni við. Svona. Já, úps, ég gleymdi náttúrulega að skila þessu inn. Afsakið þetta. Hérna og ég þarf að skila inn að sjálfsögðu. Og tönn inn. Þá eru 3 búnir að skila. Ef ég hoppa núna yfir á kennarann og opna verkefnið hérna, þá eru 3, það er enginn sem á eftir að skila eins og þið sjáið. Og ég opna verkefnið hérna, þá sé ég strax það sem er komið hérna sem sagt athugasemdirnar. Vegna þess að ég hakaði inn þá kemur hérna 30 flag passage og í rauninni hef sama viðmót og þarna nemandinn út frá því. Og ég get smellt og skoðað hvaðan þetta kemur. Síðan bara, og þetta er ekki mjög, þetta kemur frá, þeir finna einhvern smá texta hérna af, en þetta eru sem sagt heimasíðurnar sem þetta er notað úr. Þetta er bara kópera beint af stjörnufræðivefnum, enda frábær vefur. Og nemandi 2, þar eru 16.
ef ég smelli á það, þá nú svona aðeins meira tekið, þetta þarna, meira tekið af þarna, en samt ekki mikið, þetta eiginlega alltaf stjörnufræðivefnum og ég get líka séð prósentu. En hérna líka búið að umorða, það svona eitt og annað, það þyrftir svona kannski aðeins að snirta og laga einhvern texta. Og svo síðasti, þá það 9. Það vísindavefurinn, stjörnufræðin og Facebook náttúrulega bara einhverju búin að vera að deila þessu. Og þar greinilega eitthvað búið að vera að reyna að umorða texta en það náttúrulega eitthvað sem orðrétt. Og svo það náttúrulega bara mat kennarans hvað hann vill, auðvitað kannski endar texti kannski einhvern tímann pínu lítið í þarna sem orðrétt en náttúrulega sem allra minnst. En með þessu þá hægt að setja það upp þannig að nemandinn sé, sko, hann fái, það séu skýr fyrirmæli að það hægt að gera kröfu að hann sýni ekki meira en 10% eða 15% eða eitthvað þarna út frá þessu og sýna áður en að byrjað á ritgerðinni. En svona miðað við það sem hefur verið notað hérna innanhús, þá hefur þetta bara reynst ákaflega vel. En það svo sem ekki komin mikil reynsla á þetta samt. Þetta byrjaði, þá voru bara 3 möguleikar, en þeir eru búin að fjölga þeim yfir í, eða 3 möguleikar á að nota innan hverja námsgreinar, en þeir eru búinir að fjölga því yfir í 5, sem mjög gott. En þá spurning, eru einhverjar spurningar? Já, ég meina. Já. Blessu og sæl. Blessaður. Sérðu ekki ef að nemendur að skila kannski verkefni sko, sem hann hefur áður skilað eða einhver annar hefur skilað sama verkefni, þið breyta bara nafninu? Sko, sérðu það? Það nefnilega kosturinn eins og við Turnitin sem náttúrulega sem skólar að kaupa og nota. Og það möguleik, eini möguleikinn til þess að kaupa, sko, Google svona færa sig yfir í að selja þennan G-suítuna og ef þú ert sem sagt með þessa svokölluðu held ég premium áskrift þá safnar hún ritgerðum sem hafa verið settar inn. En því miður þá það í þessari ókeypis útgáfu þá það ekki hægt. Þannig að eina sem við getum gert svona þá þetta í rauninni bara svona vísbending hvernig þau eru að nýta textan á netinu. Það minnst eins og staðan núna í þessari ókeypis útgáfu. En vonandi fáið það. Einhverjar fleiri spurningar? Einhver sem hefur prófað þetta? Hæ, heyrðu þið? Hæ, já. Hæ. Ég hef unnið aðeins með þetta en ekki náð að nota þetta svona með að geta séð í ritgerðirnar. Nei. Þessar prósentur og hvaðan þetta kemur. Ég hef þá spurningu, varst að tala að það bara 3? Nei, það 5 í dag. Það voru 3 í upphafi og þeir eru búin að færa sig upp í 5 skipti per námskeið, sko. Þú veist, ég var í ég stofnaði sérstakt klassrúm fyrir þetta núna, bara þessa kennslu og ég hef þá 5 möguleika í þeirri. Bara í þessu klassrúmi eða í þessari? Bara í þessu klassrúmi, sko. Bara í þessum áfanga í rauninni. Okay. Þannig að ef ég kenni, segjum bara íslensku í 10. bekk, þessum bekk, þá hef ég 5 möguleika þar. Og svo get ég verið með 5 í íslensku í 9. bekk eða íslenska 9B eða hvað sem bekkirnir heita. Akkurat, glæsilegt. Já. En svo eitt kannski sem ágætt að þarna vita, að sumir kannski ætla að prófa að setja þetta á, hvað maður að segja, námsgrein sem komin í gang og kannski einhverjir nemendur búnir að skila, að þá kannski, heyrðu, ég get kannski prófa að fara yfir núna. Það alveg hægt að haka í þó að sé búið að skila inn,
En þá þarf að skanna þetta, svona eins og þegar nemandi, þið tóku eftir að þegar ég smelti á nemandan, að þá kom svona 13%, 60% og eitthvað svoleiðis, að þá þarf að smella og skanna eftir á. En það er alveg hægt að nota þetta þó að þið séu, segjum til dæmis að nemendur átt að skila núna í gær ritgerðinni, þá getið þið sett haka það í núna, en þá þurfum við að smella á að skanna fyrir þessu. Og það er hægt að smella og hoppa strax yfir á næsta nemanda og smella. Þið þurfum ekki að bíða eftir að prósentan verði 100%. Ég vona að þið skiljið hvað ég meina. Ég er að tala ég ætla bara að sýna ykkur það. Ef ég breyti mér hérna aftur í nemanda og fer hingað. Já, ég er náttúrulega búinn að skila inn, en ef ég hefði ekki verið búinn að skila inn, þá hefði ég getað farið hérna í run, og þið sem kennara gætu þetta, þið þyrftuð ekki að bíða eftir þessari prósentu, þið myndu bara hoppa í næsta nemanda og smella á run, Þannig að það er bara það sem ég er að meina. Þetta er svona eitt af því sem við tókum eftir þarna í byrjun, vegna þess að þegar við sáum þetta, þá vorum við einmitt með verkefni í gangi og okkur langaði að setja þetta á, og þá einmitt föttuðu það að við gátum sett, en þurftum að íta. Má ég spyrja einu í viðbót? Já. Er það bara með docs? Ef þú ert að skila inn slides eða öðrum verkefnum sem eru með texta, virkar þetta bara með docs? Það ég hef bara ekki prófað þetta nema með docs. Já, það eru svolítið mikið verkefni sem að þau skila inn sem eru textar á slides, en já, það er bara, þá pröfa ég. Á ég að prófa það? Ég skal bara prófa það núna. Nei, ég er með pröfunemendur og ég á ekki skjal fyrir það, þannig að ég get ekki prófað það. Nei. En það væri, ég meina, ég þekki það bara ekki, því miður. Ég get ekki svarað þessar spurningu. En ef það... En takk fyrir. Já, takk sömuleiðis. Ef það er enga fleiri spurningar, þá skulum við bara láta þetta gott heita. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að hafa komið og vonandi nýtist þetta eitthvað. Endilega fiktið ykkur áfram með þetta. Þið getið jafnvel sett þetta á einhverja bekki sem þið hafið lagt fyrir verkefni bara til að pröfa. Það er að gera.